Ætlar þú að sækja styrk úr uppbyggingarsjóði Suðurnesja? Ferlið nú rafrænt og fara öll skil fram í gegnum heimasvæðið sóknaráætlun.is. Gott að hafa sem mest af upplýsingum verkefnið hendina, eins og upplýsingar verkefnið og alla sem að því koma, fjárhagsáætlun og fleira. Þó hægt að loka umsókn og halda áfram síðar þar sem frá var horfið. Til þess að byrja þarf sá aðil sem að sækir styrkin að skrá sig inn á sóknaráætlun.is. Fyrir verkefni á Suðurnesjum veljið þið innskráningu og Suðurnes hér í hægra efra horninu eða smellið á Suðurnesin á kortinu hér fyrir neðan. Hér þarf að skrá sig inn í gegnum Ísland.is með íslykli sem hægt að nálgast í heimabanka með rafrænum skilríkjum í síma eða rafrænum skilríkjum á korti. Mikilvægt að sá aðil sem sinnir verkefninu, hvort sem það fyrirtæki eða einstaklingur, skrái sig inn hér með kennitölu umsækjanda. Ekki hægt að breyta umsækjanda seinna í umsóknarferlinu. Hér væri hægt að halda áfram að vinna í umsókn sem þið hafið þegar stofnað, en hér veljum við að stofna nýja umsókn. Fyrsti liðurinn í umsóknarferlinu eru verklags- og úthlutunarreglur uppbyggingarsjóðs Suðurnesja. Umsækjendur skulu þekkja þessar reglur vel og hægt að fara aftur og skoða reglunar í ferlinu ef spurningar vakna. Við skulum smella á áfram. Nafn og kennitala umsækjanda koma frá Ísland.is og ekki hægt að breyta. Fylla þar út netfang umsækjanda og farsímanúmer, ásamt því að setja inn heimilisfang og bankaupplýsingar. Ef að verkefnastjóri sá sami og umsækjandi skal haka í það hér. Ef að umsækjandi fyrirtæki eða af einhverjum öðrum ástæðum ekki verkefnastjóri verkefnisins, skal ekki haka hér við. Við ætlum að skilja þetta eftir með engu haki og láta sem svo að það sé annar verkefnastjóri. Ef að umsækjandi hefur fengið einhverja aðra opinbera styrki síðast liðin 3 ár, skal tilgreina það hér. Tilgreina skal styrktaraðila og upphæð styrksins. Hægt að tilgreina fleiri en einn styrk ef við á. Upplýsingar verkefnið. Hér ætlum við að setja inn upplýsingar ímyndað verkefni. Við skulum kalla það myndbönd. Þegar við höfum sett inn nafn verkefnisins, þurfum við að tilgreina tegund styrksins sem við sækjum Hægt að sækja þrenns konar styrki sem skiptast niður í undirtegundir. Stofn- og rekstrarstyrkir á sviði menningar eru einungis fyrir lögaðila. Slíkir styrkir skiptast niður í stofn- og rekstrarstyrki, rekstrarstyrk og stofnstyrk. Atvinnuþróunar og nýsköpunarstyrkir skiptast niður í ferðaþjónustu, rannsóknir, þróun og fræðslu, matvæli, iðnað, verslun, þjónustu, skapandi greinar, landbúnað og annað. Menningarstyrkir skiptast svo niður í bókmenntir, fræðirit, markmiðlun, menningartengda ferðaþjónustu, kvikmyndalist, menningararf safnamál, myndlist, ljósmyndalist, tónlist, listhönnun, danslist, blandaða menningardagskrá, fræðslu, námskeið, leiklist og aðra sviðslistir, málþing, ráðstefnur og annað. Umsækjandi skal leitast við að velja þann möguleika sem best á við. Við ætlum að velja kvikmyndalist. Þá veljum við rekstrarform umsjónaraðila verkefnisins. Við ætlum að velja einstakling hér. Ef verkefnið með heimasíðu skal tilgreina hana hér og ef verkefnið með kennimark eða einhverja auðkennandi mynd fyrir verkefnið skal setja það inn hér, hvort veggja þó valfrjálst. Þá komið að því að tilgreina markmið verkefnisins. En markmið verkefnisins þurfa að vera samræmanleg markmiðum uppbyggingarsjóðs. Því næst skal setja stutta og góða lýsingu á verkefninu. Hafa skal í huga að þetta eru upplýsingar sem uppbyggingarsjóður áskilur sér rétt til þess að birta opinberlega hljóti verkefni styrk úr uppbyggingarsjóði. Næst skal setja greinagóða lýsingu á verkefninu. Þessi lýsing getur skipt umsækjanda sköpum og mikilvægt að allar helstu upplýsingar verkefnið komi hér fram í hnitmiðuðum texta ásamt rökstuðningi fyrir umsókninni. Þá skal hér tilgreina hvernig staðið verður að kynningu á verkefninu,
en gæta skal þess að geta stuðnings uppbyggingarsjóðs í kynningarefni þegar við á. Við smellum þá áfram. Verkefnastjóri. Ef að verkefnastjóri verkefnisins er annar en umsækjandi styrksins skal hér fylla út upplýsingar verkefnastjóran. Í þessu ímyndaða verkefni höfum við fengið Önnu dóttur í stöðu verkefnastjóra. Svo fyllum við út lýsingu á hennar bakgrunni og skýrum frá hennar framlagi, hlutverki og ábyrgð í verkefninu. Svo förum við áfram. Samstarfsaðilar. Hér skal tilgreina alla samstarfsaðila verkefnisins, hvort sem það eru einstaklingar, stofnanir eða fyrirtæki og greina frá þeirra framlagi til verkefnisins. Hægt er að setja inn upplýsingar fleiri en einn samstarfsaðila. Engir aðrir samstarfsaðilar eru að þessu ímyndaða verkinu svo við skiljum reitina eftir auða og höldum áfram. Þá er komið að verk og tímaáætlun. Hér þarf að tilgreina áætlað upphaf verkefnis og áætluð verklok. Eins þarf að tilgreina þá verkþætti sem verkefnið skiptist upp í, upphaf hvers verkþáttar, lok og hver ber ábyrgð á hverjum verkþætti. Við tilgreinum hér nokkra verkþætti til dæmis. Handritagerð hefst í byrjun tímabils 1. desember og lýkur 7. desember. Myndataka hefst 7. desember og lýkur 21. desember. Eftirvinnsla er frá 21. desember til 27. desember. Verkefninu er svo lokið með síðasta verkþættinum, kynningu. Tilgreinið alla fyrir síða verkþætti, áætlaðan tíma framkvæmd þeirra og ábyrgðaraðila. Svo höldum við áfram. Þá er komið að kostnaðaráætlun verkefnisins. Fyrst skal tilgreina alla kostnaðarlið verkefnisins, svo sem laun, aðkeypta þjónustu, útlagðan kostnað og svo framvegis. Við ætlum að setja inn laun, leigu á búnaði og kynningu sem kostnaðarliði fyrir þetta verkefni. Áætlun fjármögnun þarf að liggja fyrir en uppbyggingarsjóður Suðurnesja styrkir að jafnaði ekki nema 50% af heildarkostnaði verkefna. Hér skal því gera grein fyrir eigin framlagi, áætlaðum tekjum og öðrum styrkjum. Við setjum hér inn vinnuframlag og merkjum það staðfest og eigið framlag í formi fjármuna sem renna til verkefnisins. Merkjum það líka staðfest. Tilgreina skal öll framlög til verkefnisins, staðfest eða óstaðfest. Ef aðrir utanaðkomandi styrkir munu renna til verkefnisins, skal tilgreina þá hér og jafnframt aðra fjármögnun. Í þessum ramma þarf að tilgreina upphæð styrksins sem sótt er Hámarksstyrkur er 50% af heildarkostnaði verkefnis. 50% af því fjármagni sem þarf til að framkvæma verkefnið þarf því að liggja fyrir hjá umsóknaraðila áður. Heildarkostnaðurinn hjá okkur fyrir þetta ímyndaða verkefni er 500.000 krónur. Við leggjum sjálf fram 50% eða 250.000 krónur og getum því sótt hinn 50%, 250.000 krónur í sjóðin. Nú smellum við á áfram. Hver er ávinningur verkefnisins? Fyrst skal tilgreina hvernig verkefnið fellur að áherslun uppbyggingarsjóðs og sóknaráætlunar sambands sveitarfélaga á Suðurnesjum. Ávinningur getur átt við marga ólíka þætti og getur verið efnahagslegur, samfélagslegur, listræn og svo framvegis. Hér skal tilgreina hvaða árangursmælikvarðar verða notaðir í verkefninu og setja viðmið mælanlegan ávinning sé þess kostur. Nýnæmi verkefnis. Hér skal tilgreina hvernig þetta verkefni er til dæmis ólíkt öðrum verkefnum sem hafa verið framkvæmt. Hvað er nýtt við hugmyndina að verkefninu og hvernig sér umsækjandi fyrir sér áframhaldandi þróun verkefnisins að verkefnistímabilinu loknu. Mikilvægt er að hafa reglur, markmið og áherslu uppbyggingarsjóðs
og sóknaráætlunar sambands sveitarfélaga á Suðurnesjum til hliðsjónar þegar upplýsingar eru settar fram inn á þessari síðu. Hægt að fara aftur á upphafssíðu og skoða verklags- og úthlutunarreglur hvenær sem er. Og svo höldum við áfram á þeirri síðu sem frá var horfið. Við smellum á áfram. Störf og kynjahlutfall. Hér skal tilgreina áætlaðan tímafjölda í vinnslu verkefnisins og hvernig kynjahlutföll eru í vinnslu verkefnisins. Fylgiskjöl. Þeir lögaðilar sem sækja stofn og rekstrarstyrk þurfa að láta nýjasta ársreikning fylgja með umsókn. Ef klasaverkefni eða verkefni með fjölda samstarfsaðila er að ræða, skal haft samráð við umsjónaraðila uppbyggingarsjóðs hvernig þátttöku skuli staðfesta. Hægt að festa Word, Excel, PDF og öll helstu myndaskjöl sem viðhengi. Vinsamlegast hugið að skráa stærð fylgiskjal. Ef fjárhagsáætlun verkefnis er til á Excel-formi, má láta hana fylgja með hér í viðhengi. Hægt að vitna í myndbandshýsingarsíðu eins og YouTube og Vimeo hér ef myndband á að fylgja umsókn. Ef umsækjandi vill koma öðrum upplýsingum á framfæri, skal gera það hér. Umsækjandi skal staðfesta að hann hafi kynnt sér verklagsreglur uppbyggingarsjóðs Suðurnesja. Með því að haka við þennan reit staðfestir umsækjandi að hann hafi ekki fengið og muni ekki þiggja meira en 200.000 evrur í styrk frá opinberum aðilum yfir hvert 3 ára tímabil. Hafi umsækjandi áður hlotið styrk úr uppbyggingarsjóði Suðurnesja er ný umsókn hans einungis tekin fyrir hafi hann skilað fullnægjandi greinagerð og uppgjöri vegna eldri verkefna eða samið verkefnislok við verkefnisstjóra uppbyggingarsjóðs. Því næst skal smetla á skila inn umsókn. Með því að skila inn umsókn staðfestir umsækjandi að umsókn sé rétt útfyllt og samkvæmt verklagsreglum uppbyggingarsjóðs. Eða einhverjir reitir hafa ekki verið fylltir út rétt eða eitthvað vantar upp á, koma upp villuskilaboð. Þau benda umsækjanda á hvar þarf að laga. Þegar umsókninni er svo skilað inn villulausri, birtist listi yfir þær umsóknir sem umsækjandi hefur skilað og stöðu þeirra. Hægt að skoða stöðu umsóknar og fara aftur og bæta við og laga umsókn sem hefur ekki verið skilað inn á sóknaráætlun.is. Beina skal spurningum sem tengjast umsóknum í uppbyggingarsjóð til verkefnastjóra uppbyggingarsjóðs Suðurnesja. Gangi ykkur vel.